ætlum við bara að fara að byrja. Bara góðan daginn og gott að sjá okkur. Við ætlum að tala umhyggju, samfylgd og sálgæslu og hvað við gerum ef að börn í æskulýðsstarfi verða fyrir áfalli. Hvað gerum við ef að barn í æskulýðsstarfi missir foreldri eða systkini eða ef að barn í æskulýðsstarfinu okkar verður sjálft veikt eða jafnvel deyr? Við erum ekki með lokasvör við þessum spurningum en við ætlum að fara eins yfir nokkra punkta sem gott að hafa í huga í samband við sorg og áföll barna og hvað við í kirkjunni eða æskulýðsstarfinu getum gert þegar barn í okkar hópi verður fyrir áfalli. Og svo mun Gunnar Hrafn, æskulýðsfulltrúi Lindakirkju og grunnskólakennari taka dæmi úr starfi sínu og deila eigin reynslu af að missa foreldri sem barn. Og að lokum mun Guðni fara eins yfir nokkur dæmi úr starfi okkar hérna í Lindakirkju. Já, svo því sem haldið til haga þá höfum við samband við séra Matthildi Bjarnadóttur en hún hefur mikla reynslu að vinna með börnum í sorg og skrifaði líka lokaritgerð efnið. Hún gaf okkur leyfi til að nýta punkta úr henni og við mælum með því að þið kynni ykkur þessa ritgerð. Hún mjög ítarleg og vel unnin. Svo studdumst við upplýsingar á síðu Almannavarna og hjá Sorgarmiðstöðinni. En hvernig staðan á Íslandi í dag? Samkvæmt tölum Hagstofunnar þá missa í kringum 100 börn á Íslandi foreldri á hverju einasta ári. Og þá erum við ekki með tölur yfir þau börn sem að missa systkini eða verða fyrir öðrum áföllum. Og þessi börn þurfa skilning og stuðning frá okkur fullorðna fólkinu. En rannsóknir sýna að það vanti almennt mikið upp á þekkingu fólks á sorg, bara svona almennt, og viðbrögðum barna við sorgin og því sorgarferli sem tekur við eftir missin og mikilvægi þess að fara í gegnum það. Og eftir því sem við vitum best þá örnin eitt af fáum úrræðum fyrir börn sem hafa misst náinn fjölskyldumeðlim. Og við ætlum að fara eins yfir þeirra starfa eftir. En svo auðvitað Ljónshjarta og Sorgarmiðstöðin að vinna gott starf. En við ætlum að ræða örnina því hann svona tengist kirkjunni. Það gott að fara yfir þessi algengu viðbrögð barna við sorg og einkenni. Það kvíði, ljóslifandi eða truflandi minningar, svefntruflanir, depurð og þrá. Svo getur það komið fram sem reiði og neikvæð hegðun sem kallar á athygli. Þau geta upplifað sektarkennd, sjálfsásökun og skömm. Svo upplifa sum börn námsörðugleika og líkamleg óþægindi. En þegar að frá líður missi þá breytir sorgin oft og ákveðið ferli fer af stað. Þar sem sá sem syrgir leitast við að takast á við lífið í breyttri mynd og aðlagast við lífið eins vel og hægt er. En svo gott að við huga börn sem verða fyrir áföllum og sorg sýna ekki alltaf dæmigerð sorgarviðbrögð. Því að sorgin þeirra einstök og tengist mjög þroska þeirra á aldri. Og ungt barn sem verður fyrir sorg og missi þarf ofta að endurvinna sorgina á nýjum þroskastigum. Þess vegna tekur sorgin sig oft upp aftur og alveg fram á fullorðins árin í mörgum tilfellum. Þannig að sorg barna mjög vandmeðfarin og krefst þess að við hinn fullorðnu séum undir það búin og brjótist fram þegar barni fæst við krefjandi þroskaverkefni, eins og að byrja í skóla eða þegar þau fara úlingsárin. Og í rauninni þurfum að vera viðbúin því að alla breytingar á högum barna geta hrundið af stað sorgarviðbrögðum og sorgarúrvinnslu. En þá ætla ég að gefa honum Óla orðið. Takk fyrir það. Og við erum að fjalla hér það hvernig kirkjan, æskulýðsstarfi í kirkjunni bregst við þegar að barn verður fyrir áfalli. Og auðvitað má heimfæra þetta yfir á allskyns félagsstarf, tómstundastarf þar sem börn eru. Ég meina, það þurfa allir að bregðast við. Sko, í fyrsta lagi þá það náttúrulega það sem kannski ólíkt þessu að vera æskulýðsstarfi kirkjunnar versus til dæmis skóla. Börnin hittast bara einu sinni í viku
hér, alla jafn það svona takturinn, hvort sem að það 10-12 ára aðskurðarstarfi eða hvað. Á meðan í skólanum að þá hittast þau náttúrulega hvern virkan dag og það þekkjast náttúrulega vel og ganga þar inn í sínar öruggu aðstæður, og meðan hér kannski fólk úr krakkar úr öðrum skólum og annað umhverfi. En í öllu falli að þá gríðarlega mikilvægt hvar svo sem þau koma saman í félagsstarfi að það séu ákveðnir verkferlar sem taka við þegar að börn verða fyrir sorg og lenda í áfalli. Og kannski má segja að við í kirkjunni séum kannski betur stödd að því leyti heldur en aðrir aðilar, vegna þess að oft presturinn kominn inn í aðstæður, þekkir þar vel til og fylgir svo fjölskyldunni eftir, og þá komið þetta samband milli heimilis og kirkju sem svo óbóðslega dýrmætt, vegna þess að það nefnilega skiptir svo miklu máli að þeir sem annast barnastarfið, þeir sem annast æskulýðsstarfið, að þeir séu upplýstir það hvað barnið að ganga í gegnum, því að við sjáum það að börn, eins og Dís var að segja hann, að þá náttúrulega ákveðin einkenni á sorg sem við vitum og þekkjum og heyrðum hér áðan, og þess vegna svo mikilvægt að starfsfólkið viti, þeir sem koma að starfi með barninu, þekki það að hvað að takast á við, vegna þess að það eðlilegt að koma fram við barn á annan hátt, barn sem í djúpri sorg, og gera aðra kröfu til þess heldur en sá sem að sigli bara lygnan sjó í gegnum lífið. Og eins líka þetta, og það ekki bara fókusinn á barnið sjálft, heldur líka svo allan hópinn sem að við erum að meðhöndla. Og það svo gott ef maður má upplýsa hópinn eins mikið og mögulegt því að það kemur í veg fyrir hvísl og kjaftasögur, og svo náttúrulega dregur það fram samúð og umhyggju, því að það náttúrulega bara þannig að það sem ekki má ræða, leyndarmálin, það getur orðið til þess að búa til skömm, og ekki það ábætandi á alla þá vanlíðan sem barnið að takast á við. En auðvitað þarf náttúrulega að hafa það í huga að öll þessi vitneskju, öll þessi upplýsingagjöf, að hún þarf auðvitað að vera með vitneskju, samræðu og samþykki barnsins og fjölskyldunar sem á í hlut. En það ennþá mikilvægt að þessi upplýsingagjöf eigi sér stað. Oft að þá þarf að upplýsa fjölskylduna bara hvers vegna, eins og ég hef verið hér að nefna. Og það líka bara þetta, að hugsa að heill barnsins, að þessi upplýsingar og allt þetta sé skipulagt, sé til staðar, vitneskjan eins mikil og mögulegt í hópnum, og það nefnilega líka til þess að það verður til þess að draga úr kvíða barnsins fyrir því að koma aftur, að það sé búið að segja bekknum frá því sem að gerðist hefur, segja hópnum frá. Og það líka þannig að líka við ekki bara á það, og hættur okkur ofta að tala sorg bara þegar að einhver deyr, en það þetta líka bara þegar einhver takast á við veikindi í fjölskyldunni, þegar að bara aðstæður erfiðar í lífi barnsins. Sorgin kemur ekki bara við andlát. Og svo þetta líka, þegar maður hugar að hópnum sjálfum, hversu mikilvægt það að undirbúa hann eins mikið eins og mögulegt og bara kenna börnum að sýna samkenndina. Bara til dæmis þetta, að það verði ekki þessi, eins og ég hugsa að mjög margir hafa lent í, ekki bara börn en fullorðnir. Nú einhver að missa nástun, og hvernig á maður að bregðast við? Sumir bara taka krók framhjá í búðinu og bara, nú veit ég ekkert, og svo lendir bara enn meiri klemmu næst, því að nú maður eins sem búin að taka krókin og nú verður maður bara feysa aðstæður. Og ég meina þetta líka alveg við í aðstæðum barna. Þú segja þeim bara, nú segjum bara í samhengis, nú segjum bara, hvað leitt að heyra þessar fréttir, að koma til móts við barnið, að mæta barninu, því að það líka þetta sem að rannsóknir hafa sýnt, að þegar að barn að mæta aftur í sína hversdagslegu rútínu, að þá getur þetta skapast þessi togstreita, kvíða og tilhlökkunar. Kvíðinn að fá þennan stimpil á sig,
að ég barnið sem misti mömmu mína, eða ég barnið sem misti pappa sín, ég þessi sem að takast á við þessa miklu sorg og allir að vorkenna mér. Og svo líka versus tilhlökkunina að mæta aftur og upplifa að það sé þetta góða, hlýja umhverfi, að það sé vel tekið á móti manni. En þá líka rosalega gott, bara svona sem leið, sem ráð, að það sé búið að undirbúa hópinn og jafnvel búin að skrifa einhverja hlýlega kveðju heim, bara það sem allir skrifa undir, presturinn, íþróttaþjálfarinn, kennarinn, fer með heim og bara við hugsum til þín, gjörðu svo vel, hér kveðjan. Eða eitthvað svona einfalt en segir svo ótrúlega margt. Því það bara þetta að börn, það náttúrulega heilmikill skóli fyrir þau þegar að einhver samnemandi eða barn sem þekkja að ganga í gegnum aðstæður sem ekkert barn á að þurfa að upplifa, að þurfa að horfa á eftir foreldri sínu. En það líka ótrúlega dýrmætt að þau læri í gegnum þetta ferli að tilfinningar alls konar. Og það sem að til dæmis áður var bara góðlátlegt grín eða eitthvað svona góðlátlegt stríðni eða sem að áttu að vera bara fyndið og skemmtilegt, en það geti rist miklu dýpra heldur en áður. Og þess vegna það bara líka þetta, að þau læri það, að á göngunum í starfinu, að þá spyrjum við ekki óþægilegra spurninga og að sá sem að sorgmættur, sá sem að líður illa, að hann þarf ekki að fara út allt og segja hvernig hann líður, heldur velur sér þá aðila sem hann treystir og vill tala við og opna sig fyrir. Og svo það líka þetta, og ég ekki mjög flinkur að tala í mikrofóna, svo það líka þetta að sem þau þurfa líka að hafa í huga, sem svo gott að vera vakandi yfir, sem leiðtogi í hópi barna, að vera vakandi yfir því að reyna að skynja það börn sem að upplifa það að einhver félagi að missa foreldri sitt, að þá kemur kvíðinn. Getur mamma mín dáið næst? Getur pabbi mín dáið næst? Og það bara þessar eðlilegu spurningar og tilfinningar sem að leita á hug og hjarta, og þess vegna líka, þegar við ganga í gegnum svona aðstæður, þess vegna svo mikil líka að maður upplýsi ekki bara hópinn það hvað við gerst, heldur helst að foreldrasamfélagið allt viti hvað að gerast í samfélaginu. Og þetta og þetta við allsstaðar, þó við séum hér í stóru hverfi, hér á stórri sókn, að þá verður oft þessi litla smábæjarstemming í æskulýðsfélaginu, í íþróttafélaginu, þar sem allir tengjast einhverjum böndum, og þess vegna þetta svo mikilvægt. En svo líka þetta sem að maður meðvitaður líka, að hvetja börn að koma í kirkjuna, í skólan, eins fljótt og verða má, því að þessi rútína, hún getur líka verið svo huggandi og mikil styrkur í því, og jafnvel bara hvíld, að komast í kirkjustarfið til að losna út af heimilinu smásund þar sem sorgin svo þrúgandi. Og þess vegna svo frábært þetta starf sem var sett af stað árið 2014, Örninn, fyrir 10 til 17 ára börn og unglinga sem hafa mist foreldri eða náinn ástvin. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem störfum á vettvangi kirkjunnar að vita af þessu starfi og hversu dýrmætt og mikilvægt það er. En það var þannig að upphafskonu verkefnisins eru Heiðrún Jensdóttir og Jóna Hrönn Bolladóttir, en Heiðrún, hún misti son sinn árið 2014, hann var uppkominn, og þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir allt og alla, og ekki síst fyrir dóttur hins látna sem var þá 10 ára þegar hann dó. Og Heiðrún, hún reyndi og leitaði logandi ljósi að úrræðum fyrir barnabarnið sitt, hvar hægt væri að finna vettvang til þess að ræða sorgina í hópi jafnaldra. Þetta taka þátt í einhvers staðar félagsstarfi þar sem hægt var að koma til dýranna eins og maður klæddur með allar sínar tilfinningar og sorgir og tár. Og á þessum tíma, hugsið ykkur, það ekki nema 10 ár síðan.
Og þá var bara hreint ekkert auðugan garð að gresja. En Heiðrún, hún sá myndband á netinu, þar sem fjallan var sumarbúðir erlendis fyrir börn og unglinga sem höfðu misst náin ástvin, og þá fann hún hjá sér þessa sterku köllun til þess að koma á fót svona starfsemi hér á Íslandi. Hafði samband við séra Jónu Hrönn og Örninn var til. Og í dag þá skipulag starfsemi þannig að yfir vetrartíman mánaðarlegir fundir og síðan haldið í helgaferð að vori, og úrvinnslu aðferðirnar sem notaðar eru í starfi Arnarins, að það þetta að búa til minningabók, úrvinnslu og minningastundir. Það samtal í hópi með sorgaráðgjafa, listasmiðja, líkamleg hreyfing, líkamleg slökun, frjálsleikur, þannig að krökkunum sem þarna koma, að þeim líði vel þrátt fyrir sína erfiðu reynslu. Og ég veit að það eru alveg gríðarlega margir sem hafa tekið þátt í starfi Arnarins og fundið þarna styrk og leið til þess að takast á við þessar sáru tilfinningar sem það að missa foreldri eða náin ástvin. Og sem betur fer að þá nú líka þannig að það hefur margt gerst og margt verið skrifað og efni mjög víða aðgengilegt. Og eins og til dæmis þá erum við hérna með bækur sem kannski ætlaðar börnum í sorg, að það þessi bók Hvað í veröldinni gerir maður þegar einhver deyr, til Trevor Romain, og svo Guðrún Alda Harðardóttir skrifaði Það má ekki vera satt, og svo náttúrulega sígildasagan bróður minn Jónshjarta sem allir þekkja nú, þetta Astrid Lindgren, og svo náttúrulega þessi bók sem við ættum öll að kunna kannski ekki utanbókar, en ofboðslega gott að lesa. Bókin hans Sigurðar Pálssonar sem hann skrifaði nú fyrir nokkrum áratugum síðan, Börn og sorg. Og hún stenst alveg tímans tönn og alveg frábær til leiðsagnar, og ég segi það allavega í mínu starfi, og sérstaklega þegar maður byrja, ég held ég hafi lesið hana 10 sinnum fyrir hvert einasta útkall, bara já, það eitt barn á heimilinu 6-12 ára, og þá var bara checklisti, hvað þarf maður að passa, alveg geggjuð. En nú ætla ég að bjóða Gunnar Hrafn, grunnskólakennara, að koma hér og segja við okkur nokkur orð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fyrir 15 árum síðan þá misti ég föður minn og var þá nýlega byrjaður í fermingarfræðslu og hafði heitið sjálfum með því eftir útförina að ég skyldi aldrei framar stíga fæti inn í þessa kirkju þar sem ég hafði hvatt föður minn í hinsta skipti. Og þess utan að þá hataði ég líka setninguna ég samhryggist þér, og á endan dag í dag rosalega erfitt með þessa setningu og sjálfur bara segi ég hann ekki við neitt. Ég nota bara aðra leiði til þess að votta samúð mína og nota þá ekki þessi orð. Af því að þau höfðu alveg rosalega svona pirrandi áhrif á mig. Orð sem að, nákomnir ættingjar voru að segja, en líka bara fólk sem að ég hafði jafnvel ekki hitt áður, einhverjar saumakellingar og vinkonuhópi mömmu sem að ég hafði bara aldrei hitt og voru að segja við mig þessa setningu, og ég hugsaði, meinar hana? Þetta meinaði fólk þessa setningu, en samt var þetta svona að þetta kom frá ókunnugu fólki, þá fannst mér ég ekki geta tekið marka á þessari setningu. Og það var hérna í skólanum að þá voru allir rosa meðvitaðir hvað var í gangi, vinir mínir, kennarar og allir að koma svona og klappa mann á öxlina og segja svona, þetta verður allt í lagi. Og heima fullt af fólki að koma á hvít blóm, fyrirgefið, getur þau ekki, og hérna þar fram eftir götunum. Síðan var mér sagt frá unglingastarfi KFMK í kirkjunni minni og ég sagði svona, nei, ég ekki að fara aftur í þessa kirkju, nema þá bara til þess að neyðast til þess að fara í gegnum þessa fermingarfræðslu af því að það er það sem pabbi hefði viljað. En ekki nema bara 4 mánuðum eftir ég fór að sækja þetta starf, þá lá ég í rauðum Joe Boxer náttbuxum fyrir framan altarið þar sem kista föður míns hafði staðið og var að borða popp. Og ég hef aldrei sagt prestinu mínu frá þessu að ég hefði verið að borða popp fyrir framan altarið, en segi það hér og nú. Og nú velti maður eflaust fyrir sér, hvað gerðist eiginlega? Og það er af því að leið og ég steig inn í unglingastarf KFMK, þá tók á móti mér frábær leiðtogahópur sem að mér fannst eins og bara hefði ekki hugmynd hvað ég hefði gengið í gegnum. Og þau bara tóku mér bara eins og hverjum öðrum einstakling, bara velkomin, komdu að leika með okkur hérna,
og það var ekki minnst einu orði á dauða eða sorg eða eitthvað svoleiðis. Og loksins þá bara fann ég þessa tilfinningu að loksins get ég hugsað eitthvað annað. Af því að ég hugsaði þetta í skólanum, ég hugsaði þetta heima hjá mér, en nú var ég komin á stað þar sem staðinn þar sem að ég hefði mest átt að hugsa þetta, en gerði það ekki. Og ég hugsa nú í dag að eflaust hefur presturinn minn sagt æskulýðsfulltrúunum í kirkjunni frá þessu, en bara viðbrögðin þeirra, sem voru í raun og veru engin, voru nákvæmlega það sem að ég þurfti á að halda. Og það þessi leið sem að nokkurn veginn ég fór þegar að nemandi hjá mér misti foreldri. Ég fór ekki í setninguna í samhryggist af því að ég bara vissi sjálfur hvað mér fannst hún pirrandi sem barni. En við fórum í sem bekkur að búa til svona minningabók sem að við sendum heim, þar sem að fjölskyldan gat safna saman myndum og sögum og fleira til þess að minnast þessa foreldri sem hafði dáið. Og ég hef bara séð í bréfum og gjöfum sem þessi nemandi minn hefur gefið mér í gegnum árið bara hvað þetta var mikilvægt fyrir þennan einstakling, og við höfum aldrei talað saman það sem gerðist. Af því að eins og hefur kannski komið fram að barn, það kemur og talar við þig eða treystir þig til þess, og þegar það vill gera það á þeirra forsendum. Þannig að við erum ekki að fara til þess að segja að það er bara hvenær sem komdu og ræddu við mig. Ég sem barn sem hefur lent í þessu, ég veit hverju mikið treyst fyrir þessum hlutum og talað þetta. En það líka þannig að við sem að vinnum með börnum, við þurfum að vera tilbúin til þess að ekki endilega grípa þau þegar áfallið gerist. Við þurfum kannski að taka við börnum sem að lent í áfallið fyrir einhverjum 5-10 árum síðan. Fyrir mjög stuttu síðan að þá átti ég samtal við einstakling, þá var ég að flytja smá hugveikju og kom bara einni stuttri setningu að ég hefði mist foreldri. Og seinna kvöldi að þá fann þessi unglingur sig knúinn til þess að koma og tala við mig, og við sátum saman í klukkutíma þar sem og barnið átti að vera löngu farið að sofa, þar sem við fórum yfir í hverju þetta barn hafði lent, hafði mist foreldri þegar það var 5 ára gamalt og hafði einhvern veginn aldrei talað það, en fann sig einhvern veginn knúið að fatta það að ég tengdi við þetta, að tala við mig þetta, og barnið það hafði aldrei kynnst foreldri sínu af því það var svo ungt, og við vorum að reyna að tækla þetta á þessum klukkutíma, og þetta gerðum við það ekki. Ég sagði það við barnið strax, við erum ekki að fara að leysa þetta vandamál á klukkutíma eða 2. En viðkomandi einstaklingur hafði þessa þörf til þess að ræða þetta, og við þurfum að vera tilbúin til þess að taka líka á í málum sem eru gömul, af því að augljóslega var þessi einstaklingur ekki búinn að loka þessu máli. Og það var nú allt sem ég skildi sagt hafa. En ég ætlaði samt að enda á því að eftir þetta samtal þá var ég alveg svona smá búinn á því og hugsaði með mér, af því ég hef bara ekki lent í þessu áður. Og daginn eftir að þá hringir séra Guðni í mig og biður mig að tala þetta málefni. Mér fannst þetta aldrei áhugaverð tilviljun, en gerðu svo vel. Já, takk fyrir það. Mér langaði aðeins að því að nú erum búin að fara svolítið í svona fræðilega kenningarnar og hvað við þurfum að gera, og við erum búin að heyra hennan persónulega vitnisburð hvað skiptir máli að kirkjan sé líka heimahöfn og sé ekki að þvinga endilega maður þurfa að tala það. Og við höfum náttúrulega orð Biblíunnar svolítið fyrir okkur því. Það er svo fallegt sem sagt, fagnum með fagnendum, grátum með grátendum, og allt hefur sinn tíma, segir líka á öðrum stað í Biblíunni. Að gráta hefur sinn tíma og gleðjast hefur sinn tíma, og ef að börn þurfa heimahöfnina þá skiptir það miklu máli að við horfum á æskulýðsstarfið þannig. En það sem við höfum reynt að gera í Lindakirkju er að tala sorg og hafa það sem hluti af fermingarfræðslunni, og þar erum við svolítið að horfa í ein orð Biblíunnar líka þar sem að segir þegar ég þagði tærðust bein mín. Og við vitum það er svona eina lykilsetningum í sálgæslu er express your grief, don't contain it. Það er að segja þú verður að tjá sorgina þína en ekki reyna að geyma hana eða setja hana ofan í einhverja krukku og aldrei hugsa hana. En hvaða leiðir, eins og komið staðinn í kvöld, þá er það bæði að vera til staðar og geta bent úrræði en líka skapa þetta traust.
Og við höfum í okkar fermingarfræðslu lagt svolítið upp á því að segja við börnin þegar, og ekki ef, þegar að þið lendi í sorg, það kemst enginn í gegnum lífið án sorgar. Stundum bent á það er hægt reyndar, eina leiðin til að komast í gegnum lífið án sorgar maður ákveður að elska aldrei neitt. Þá þarf maður ekki heldur að syrgja neitt. Þannig að þegar að þið, segjum fermingarbörnin, lendi í sorg, þá verðið að tjá hana. Og við erum svo heppin að vera hliðin á kirkjugarðinum, þannig að við förum alltaf eina ferð í kirkjugarðin og sýnum þeim leiðin og tölum það. Svo höfum við annan tíma þar sem við sýnum hvernig fólk hefur tjáð tilfinningar sínar og listamenn, og við bara sýnum þeim ýmis myndskeið, bæði bara til dæmis þekkt lag sem Eric Clapton samdi þegar hann misti son sinn lítinn á hræðilegan hátt í slysi, en bjó til lag sem hefur verið mörgum huggun í Tears in Heaven. Við höfum sýnt þeim kveðjuna hans Bubba og tökum svona fleiri dæmi þar sem við sýnum bara þetta er það sem maður þarf að gera, og stundum verður með þessu öðrum til huggunar og blessunar ef maður tjáir sig áföllin sín. Og það er svolítið merkilegt hvað það býr mikið í börnunum, og stundum eru þau bestu sálgætarnir. Og ég man einu sinni þá vorum við að tala um þetta og ég sagði ég veit þetta getur orðið erfið tími og við viljum sendum á foreldra, við erum að fara að tala um sorg núna ef einhver er meir eða veikur fyrir og staði í sinni sorgargöngu, þá gott að þið vitið það. En það var strákur sem hafði mist bróðið sinn svona 2 eða 3 árum áður, svona stór og svolítið mikill, og ég sagði þetta getur orðið erfitt, svo sá maður að hann bara ætlaði að vera áfram, en svo brast hann í grát í meiri kennslustund, og þá stóðu bara 4 fermingjardrengir, allir jafn miklu stórir og miklu rumar og svona, og tóku svona stubba knús, og það var ótrúlega merkilegt, þau sögðu ekki neitt, en það voru allir með í þessari huggun sem þeir veittu, og það getur kirkjan gert. Og við líka bendum á minningasjóðinn, og við höfum náttúrulega þurft að glíma á, við stundum þurft að fara inn í íþróttafélögin þegar það hafa orðið áföll þar og verið með minningastundir, og þá er það alltaf bara hvernig getum við kennt þeim á einhvern hátt að tjá. Minningabókin að skrifa kveðju skiptir máli, kveikja á kerti og hugsa til og senda bænir og hlýjar hugsanir til viðkomandi. En svo höfum við líka dæmi sem við viljum segja frá sem að gerðist þegar það var strákur sem var hér í svona fjölgreinastarfi sem að er sérstakt starf í kirkjunni til að svona valdefla stráka sem að kannski ekki fundi í sín námi, og þetta var svona ekkit stór hópur en lítill, og það er strákur þar sem deyr bara langt fyrir aldur fram, og við náttúrulega kölluðum strákana saman, en svo fóru foreldrarnir þá leið að stofna minningasjóð um hann og fóru að hlaupa fyrir hann, og Gummikalli hljóp með þeim, og fleiri strákar sem tengdust þessum hópi tóku þátt í því, og niðri appelsínugúlur var upp á sliturinn hans. Þau voru þakklátt fyrir það sem kirkjan gerði og settu pening í að gera upp kjallarann hann er svona æskulýðsværi, og einn veggurinn er appelsínugulur, og það er svona mynd af honum og logoinu sem er andlitið hans brosandi, og minningasjóðsins. Og þetta er svona leið sem að foreldrarnir fengu til að gefa sorginni farveg. Af því að ef okkur tekst það er ekkit betra en að börnin sjálf læri express your grief, náðu að tjá tilfinningar hennar, og þetta gerum við markvís svona 3 sinnum yfir veturinn, og mér langar eiginlega að segja því að það var, svo lendum við erfiðu dauðsfalli í nemendahóp þar sem að foreldri lést, og þá ætlum við allavega að trúa að það hafi hjálpað að vera búin að gefa þeim þessa æfingu að tjá hugsin og segja að það er eitthvað sem er gert, af því að það voru vinkonur, stúlku sem að misti foreldri, sem að skrifuðu þetta bréf sem ég langar eiginlega að hafa sem svona loka orðin, af því að það segir stundum held ég að ég hefði ekki getað samið svona einlægt og fallegt huggunarbréf, en það er kannski líka hlutur kirkjunnar að gefa börnunum tækifæri til þess. En ég er búin að breyta nöfnum, en þetta skrifuðu þær til vinkonu sinnar. Elsku besta Anna María og fjölskylda. Orð geta og munu aldrei geta lýst hversu hræðilegt svona er, og okkur þykir þetta svo leitt. Þetta er ólýsanlegt. Við hugsum til ykkar hverja einustu stund, og við byggjum fyrir ykkur
á hverju einasta kvöldi. Við vitum að Guð og Jesús munu leiða ykkur í gegnum þessi erfiðu tíma. Enginn getur skilið hversu erfitt þetta en við vitum fyrir víst að hetjan okkar, Anna María og fjölskylda, munu komast í gegnum þetta. Við erum alltaf við bakið á ykkur. Alltaf. Þið eruð og verðið aldrei ein. Aldrei. Aldrei. Getur nokkur einhvern tímann ímynda sér svona erfiðleika, en við vitum að elsku pabbiðinn var einstakur og elskaði ykkur öll. Pabbiðinn var blessun, minningin hans fjársjóður og lifir í hjörtum okkar allra. Hann var elskaður fram yfir orð og verður saknað ómælt. Pappa missir eitt stærsti missi lífsins, kveðja elsku fjölskylda. Og svo skrifa 10 vinkonur til hennar og þetta heldur hlutverk kirkjunnar, að reyna að senda börnin áfram þannig að þau séu, eins og Lúther segir, öðrum prestar og geti veitt huggun og styrk í erfiðum aðstæðum. Þá áttu að vera hægt að vera með umræður. Við koma bara öll upp ef það einhverjar spurningar. Eitthvað sem þið viljið velta upp eða einhverjar hugleiðingar eða einhverjar svona ábendingar eða eitthvað sem kom upp í huga ykkar sem þið viljið deila með okkur, hvort sem eru spurningar eða bara svona einhverjar hugsanir eða ábendingar. Þreytustu aðeins á þessari setningu, Af því að svo sérðu ekki 70% af þessu fólki aftur. Það líka, svona punktur sem hægt að koma að, En ég ekkert reiður, ég hætti því til Fólk meina þetta bara í góðu, Nú lendi ég þegar rétt fyrir mína fermingu að þá lendi ég því að pabbi minn hann fær heilablóðfall, verður lamaður og mállaus og framtíðarhorfur mínar hrundu. En þarna það er náttúrulega komið mörg ár síðan þetta var og þarna skildi enginn þessa sorg sem að ég stóð í. Þetta var svo mikið sorg að horfa á að allt það sem að ég sá fyrir mér sem barn að yrði framtíð mín, það var ekki hægt lengur. Það var ekki hægt að taka þátt það var ekki til peningar, það var ekki hægt að leyfa okkur krökkunum að halda áfram í því sem við vorum í og við sátum þarna uppi með pappa, það var ekkert sem greip okkur. Þarna finnst mér skipta svo miklu máli og þetta, ég segi alltaf að þetta er stærsta gjöfin mín. Stærsta gjöfin mín er svo að hafa fengið að upplifa þetta á eigin skinni af því að ég veit hvernig fólki líður og hvernig börnum líður þegar framtíðin bregst. Og þannig að mér skipta líka svo miklu máli að gera börnum grein fyrir því að sorgin felst ekki bara í dauðanum. Sorgin hún felst í því þegar að vonir og væntingar get ekki staðist og að
ræða það og ræða við þau það. Ég skil vel að þú ert sorgmædd yfir stöðunni sem er í dag. Að það finni það að ég skil sorg þína. Já, bara takk fyrir að deila því og það er akkurat svo mikilvægt að ef okkur tekst líka sjá það að það getur við nefnilega verið gjöf þó maður sjáu það ekki þegar maður stendur í erfiðleikunum en þú hefur ákveðna gjöf að hafa upplifað þetta og geta hlustað með öðrum hætti en þau sem ekki hafa upplifað svona sorg sko. En þetta er líka svo góður punktur að við erum kannski svolítið mikið alltaf að fókusa á hvað dauðinn og það er svona alltaf stóra áfallið en það er líka bara þetta hvað gerist þegar framtíðar horfum fjölskyldunar og maður missir fyrirvinnu eða þú veist að einstaklingar geti ekki gert það sem maður dreymdi og sá framtíðara með. Já, það skiptir máli. Þannig að bara takk fyrir að deila þessu. Það að þið vorum að tala um áðan að börn er að lenda í alls konar sorg og ég vann svo lengi sem ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og var búin að lesa þessa góðu bók Börn og sorg og þar eru börn sem að syrgja, fá aldrei að hitta pabba aftur og pabbi er vondur og það má ekki tala um hann og þeirri sorg fylgir svo mikil skömm og þessi börn eru oft í skólanum skömmuð af því þau eru óþekk. Þannig ég ætlaði bara svona aðeins að senda ljós á þennan hóp. Ég þarna séu líka og eins og við sagðum sorgin, hún er oft svo þegar við talum og ég mun að sjáum það alveg eins og með örnin og svona oft viðbragð þá er þetta svo oft tengt andlátum. En þegar við sjáum að sorgin hún hefur ýmsar birtingamyndir og ýmsar orsakir eins og við nefnum öryggisleysi og áföll, það að börn upplifi erfiðar aðstæður heima við og þess aftar og ég held og ég meina eins og það, þá náttúrulega bæði skömm og það má ekki segja allt og þá má maður vera að vanda sig mjög við hvað maður talar og maður má ekki einu sem segja það þegar að vera að upplifa þessa vondu tilfinningu, pabbi fullur, pabbi já og vondur og svo sem allt það sem að upplifa á heimilinu sem að er svo erfitt að þú getur ekki komið í skólan og sagt þetta, það er þó það sé erfitt. En þá er allavega það að mamma sé dáin og þá fer allt náttúrulega kerfið kannski í gang. En ég held einmitt að þarna sé líka mjög mikilvægt eins og hægt er að aðilar séu svona meðvitaðir og skilji þess vegna hagi barnsins. En auðvitað verður þetta oft líka feluleikur sem að mjög erfitt er að feluleikur, minnst nú ekkert eins og hægt að nota leikur í þessu samhengi. En allavega, þarna er allt eitthvað sem er falið sem að mjög erfitt er að stinga á þau kýli. En ég held að það sé svo sannarlega hagsmunum barnsins til heilla að þeir sem að standa starfi með barninu fá að vita minnst og kosti að það eru erfiðar aðstæður, það eru erfiðar hugsanir, það eru erfiðar tilfinningar sem barni er að takast á við sem útskýrir kannski einhverjum hegðun eða annað sem að barni sýnir. Mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir. Ég er sjálf að skrifa mastersritgerð mikilvægi sálgæslu í sorgarúrvinnslu barna eftir missi. Og mér langar, ég er ekki með neina spurningu, mér langar bara að segja að það er bara óendanlega dýrmætt að fá að heyra frá ykkur og fá að heyra þessar sögur. Því að ef þetta er ekki eitthvað sem að kenni manni þá veit ég ekki hvað. Þannig að bara takk fyrir. Takk.
Takk fyrir fróðlegt erindi. Ég heiti Matthías. Mér langar með eina spurningu þegar við tölum að gera kirkjuna heimavelli sé liður í því að hjálpa börnum að tjá sorg sína og sérstaklega þá innan kirkjunar. Kirkjan getur náttúrulega verið framandi fyrir börnum og unglingum og sum fara fyrsta sinn í kirkjuna þegar þau fara í fermingarfræðslu. Þannig að hvernig gerum við kirkjuna að heimavelli hjá börnunum svo við getum hjálpað þeim? Ég held að það skiptir bara rosalega miklu máli að við reynum alltaf að hugsa það þegar við mætum fólki og allir sem koma til okkar, við vitum ekkert hvaða baráttur þeir eru að heyja eða í hverju standi, en að reyna bara að smætta þetta alltaf niður. Hver einasti einstaklingur sem ég mæti gæti þurft á brosi að halda eða eyra til að hlusta, að því við vitum það eins og við vorum að tala um áðan, þessi tvíræða sorg, þar sem að þú er kannski jafnvel fegin og þurfur ekki að samskiptum við pappa þinn, að því hann er alltaf fullur, en samt ertu að díla við að þú eigir ekki pappa eins og öll viljum við að pappar séu. Að þá sýnir það þarf oft ekki nema einn caretaker eða einhvern sem að reynist barni vel til þess að það eigi fyrirmynd og nái að rétta mjög bjagað bakland af. Og ég held að það sé kannski bara að reyna að hugsa, kannski bara mjög naíft og einfalt svar, en bara að allir sem kom inn í kirkjuna, öll fermingarbörn, reynum að gefa okkur tíma til að horfa í augun á þeim, reynum að taka eftir, er einhver sem var óvenju seinna að labba út úr kirkjunni, var hann kannski leit eftir einhver eyra, var einhver sem kom fyrr, eða labbar eins og var nefnt hérna áðan og segir, hvað þýðir eiginlega samhryggast, kannski vissan það, en þarna var tækifæri til að láta vita. Já, það er eiginlega bara svar mitt, að reyna að horfa bara, smætti þetta bara, hver einasti sem við mætum gæti þurft að halda og bros og uppörvun er okkar besta tæki. Mér langar að segja líka bara að reyna að fá öll börnin í barnastarfi, þannig að þið veit hvað ég sko. Það er kannski ekki alveg raunhæft, en að því sögðu þá segi ég að að ef maður þekkir börnin úr barnastarfinu, að þá er komin þessi tenging og það þarf ekki að vera einhver ægileg dramatík, bara það að ammið af eða langa við sér dáinn, að það verður einhvern veginn, það búið að opna á tengingun og spjallið verður miklu betri í staðis einhvern veginn að þurfa ég ímyndaði mér sko þegar börn eru svona í erfiðum aðstæðum og svo kemur einhver ókunnugur maðurinn á heimilið og tala nú ekki þegar hann er bæði svona hávær og eitthvað svona ekki þægilegur svona og svo næst þegar þú sér þannig þá er hann komin í kjól og ég meina hvað fígur er þetta eiginlega og ég er svo treyst honum fyrir öllu mínu. En ég segi sko þegar tengingin er komin þá er svo dýrmætt, já þú veist, ég sérstaklega eins og segja, maður þekkir börnin fyrir, þá er það náttúrulega fermingarfræðslan er náttúrulega og þangað fara náttúrulega flest börn í gegn, að hún er óendanlega dýrmætt. Og ég get bara sagt það var drengur sem femst úr vorið, svo svipti faðir hans lífi haustið. Og fyrsta sem hann sagði, eftir því sem mamma sagði, við erum að hringja í prestinn. Og það var svo gott, þú veist, og svo bara, og það var mikið óreið ástand, það var seint á sunnudagskvöldi, bara nálægt miðnætti. Og það var svo mikil upplýsn inn á heimilinu, það vissi ekki hvað ég var að gera núna, þú veist, og hvernig átt að vera, að fá einhvern aðila þar inn, bara til þess að taka svona stjórn á aðstæðum. Og þannig sá maður bara, þetta virkar, þú veist, bara, hvað ég var að gera, hringi í prestinn, og hvern getur maður annar hringt á kl. 11 á sunnudagskvöldi, annan en prestinn og ég veit ekki. Jú, ég var að panta sér þetta vínórið núna, en það var ekki stemmingur því allavega. En allavega, þau völdu rétt þarna, tóku góða hluta. En það er ótrúlega dýrmætt þegar það tekst að gera kirkjuna heimavelli. Það verður tími til að kaupa súpu. Já, ég held bara aftur að vera 45 mínútur. Ég held að það verið. Bara takk fyrir komuna.
Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin á þessa málstofu sem á vegum kyrðarbænarsamtakana á Íslandi og ber yfirskriftina Innri friður. Okkur fannst það passa vel við yfirskrift kirkjudaga, sælir eru friðflytjendur. Ef við viljum vera friðflytjendur, þá þurfum við að geta upplifa frið. Og kyrðarbænasamtökin kenna þrjár aðferðir úr kristinni hugleiðslu vídd eða úr hugleiðslu arfi kristinnar trúar. Sú aðferð sem liggur til grundvallar kyrðarbænin, sem það sem á ensku kallað centering prayer, en flokkast undir contemplative prayer, þegar við kannski lesið það eitthvað tímann, og á íslensku köllum við það hugleiðslubæn. Og kyrðarbænin verður hér til umfjöllunar og það hún Bára Friðriks, séra Bára, sem ætlar að fjalla hana, og Henning Emil séra ætlar að tala Lectio Divina eða biblíulega íhugun og hann reyndar byrjar. Og síðan ætla ég að enda á fagnaðarbæn. Þetta eru svona þær bænaaðferðir sem að við kennum helst, en auk þeirra leggjum við áherslu á ferli fyrirgefningar. Og bara örstutt starf kyrðarbænasamtakana. Við höfum verið í góðu samstarfi við þjóðkirkjuna og það eru 10 bænahópar í kirkjum landsins sem hittast vikulega og við stöndum alltaf fyrir kyrðardögum, annarkvort út á landi eða í borg, og við ætlum að koma betur inn á það á eftir. En mér langaði fyrst að við erum að fara að tala bænir, að við byrjum á því að leggja þessa stund í Guðs hendur, og ég ætla bara að bjóða ykkur að setja báða fætur í jörðina og koma ykkur vel fyrir, spenna greipar eða leyfa höndunum að liggja opnar í kjöld ykkar. Og ef við leyfum okkur að leita inn á við. Jesús sagði Guðs ríki innra með ykkur. Já, drottinn Guð, við þökkum þér fyrir það að þú hefur kallað okkur hingað saman til þess að tala bæn, til þess að íhuga bæn. Þakka þér fyrir það að þú leitar okkar og svo þrá sem að býr í brjósti okkar eftir þér hefur kviknað vegna þess að þú þráir samfélag við okkur. Við biðjum þess að andi þinn mætti leiða þessa stund. Í Jesú nafni. Amen. Og þá ég að bjóða Báru að Henning fyrir ég. Ég ætla að byrja því að fjalla stuttlega Lectio Divina, það sem við höfum kallað stundum á íslensku biblíulega íhugun, og það í rauninni aðferð til þess að lesa biblíuna, við getum sagt í bænarþeli eða með bæn í huga, og þessi lestrar aðferð, hún hefur alltaf verið til í kristni, og það líklegt að það hafi þar á undan verið gyðingleg fyrirmynd að þessari aðferð, og hún samanstendur af 4 sporum eða 4 skrefum, og sem að þjálfar
Og það fyrsta, það í rauninni bara að þá tekur maður einhvern ákveðin biblíukafla fyrir eða nokkuð vers, ekkert of stóran, og maður les það 4 sinnum yfir, sama textan. Og þegar maður les hann í fyrsta sinn, þá svona hugsa maður svolítið hvaða orð kemur til manns eða orðasamband, hvað það sem kallar á mann úr textanum og geymir það í hjarta sér. Og þegar maður lesi hann textan aftur, þá staldrar maður við hvernig textin talar til mín hér og nú inn í þær aðstæður sem ég í. Og þegar textin lesin í 3. sinn, þá bregðust við lesturinum. Það getur til dæmis verið bæn sem að kviknar. Það getur verið þakkargjörð og svo getur við jafnvel brugðist við textanum á skapandi hátt. Og þegar við lesum síðan textan í 4. sinn, þá einfaldlega bara hvílum við í kyrrðinni og í trausti til Guðs, eftir að lesa textan í 4. sinn. Fyrir all þessi skref eru til falleg latnesk orð sem ég ætla ekki að hafa eftir núna, en það bara til þess að minna á það að aðferðin, hún hefur lengi verið til og lengi verið í þróun, og það má hugsanlega segja að það hafi verið tímabil þar sem að hún kannski hvarf svolítið inn í klaustrin en kom síðan aftur þaðan út. Það sem að einkennir biblíulega íhugun eða lektju til vína að þetta, það á ensku talað transformative reading og informative reading. Og við erum kannski meira upptekinn af því sem heitir informative reading dagstaglega, það sem við leitum upplýsinga. Við erum kannski svolítið með textan sem við lesum, hann kannski svolítið svona eins og dauður froskur sem við erum að kryfja og við erum að svona sjá hvað upplýsingar við getum dregið fram, og þá viljum við kannski líka komast yfir mikið og ná aðal atriðunum út. En þegar við tölum transformativ lestur eða lestur sem að getur umbreytt okkur eða haft þannig áhrif á líf okkar að það breyti því öllu, að þá erum við alltaf að horfa á gæði umfram magn. Við erum að staldra lengur við það sem að við erum að skoða, og það má segja að við leggjum á djúpið, og það sem að gerist líka það að þegar við erum bara að reyna að finna upplýsingar í texta, þá má segja að textin sé viðfangsefni okkar, en þetta snýst eiginlega við í biblíulegri íhugun, þar sem að við frekar verðum viðfangsefni textans, og það textin sem að túlkar okkur, og það textin sem mótar okkur en ekki öfugt. Og það rauninni okkar að vera ekkert að flækjast fyrir. Og það líka þannig að þegar við lesum texta endurtekið og að þá gerum við það eins og í bæn og í trausti til þess að hann ljúkist alltaf betur og betur upp fyrir okkur. Og og það ég man að Thomas Keating, sem hefur nú mikið komið við sögu hjá Kyrrðarbanasamtökunum, hann sagði að maður les svona að þá nú alveg líkur að þegar maður komist ekki í gegnum biblíuna einu sinni á einni mannsævi.
Það er alveg það er kannski það sem að þarf að huga að og skoða líka. En þessi aðferð, hún hefur náttúrulega, hún hvarf svolítið á tímabili, hún er kannski ekki í dag endilega ráðandi aðferð, en út úr þessari aðferð, ef við skoðum lengra aftur í tíman, þá hafa komið gríðarlega merkilegi hlutir og ég nefni það oft að eitt sinn þá Bernharður af Clairvaux, hann hafði þessi svona sérstakt, kannski yndisefni fyrir sig að lesa texta ljóðaljóðana og hann fór að skrifa ræður út frá ljóðaljóðunum og hann komst inn í annan kafla áður en hann dó og þá tók annar við sem heldur hefur komist inn í 4. kafla og svo þurfti 3. til að klára þetta. Þannig að þetta segir nú bara til að undirstrika það að það er í rauninni lesið þannig sem sagt í trausti til þess að það sé eitthvað að finna. Þetta er í rauninni það sem kannski mætti kalla túlkunarfræði vonar. Það er að segja við leggjum til móts við textan í vonum að við dýpkum samband okkar við textan og leið dýpkum við samband okkar við Guð. Nú ætla ég að biðja Bárum að taka við og fjalla kyrðabænina. Já, komið sæl. Þarf ég að hafa þetta aðeins nær? Er það? Fínt. Ég ætla að segja nokkur orð kyrðabænina og mér langaði nú fyrst að heyra, ég sé að sum ykkar þekki ég sem hafi verið með í kyrðarbæninni, en eru einhver hér inni sem að ekki hafa farið í kyrðarbæn? Já, fínt, takk. Mér langar að byrja á því að segja ykkur það að kyrðabæn er eitt af því góða sem að hefur komið inn í líf mitt. Og þessi kyrðabæn, hún er í senn mjög einföld, en hún er líka erfið. Og erfiðleikarnir felast kannski í því að við þurfum að vera öguð í því að koma dag fyrir dag helst og sinninni. En kyrðabænin, hún hefur verið hluti af íhugunar aðferð kirkjunar í gegnum aldirnar og hann sagði það, Gregorius mikli á 7. öld að íhugunar aðferðin væri rauninni eins og að hvíla í Guði. Og það er eiginlega sama með hana eins og hann Henning var að nefna áðan að það erum ekki við sem erum að gera svo mikið, heldur erum við að taka á móti. Í venjulegri bæn þá erum við að leggja fram bænir fyrir Guð, við erum að tala við Guð, en í þessari bæn þá ætlum við að setjast niður og leyfa Guði að komast að og vinna í okkur og við ætlum ekki að þvælast fyrir. Og það getur stundum verið flókið og erfitt. En í þessari bæn að þá erum við í raun að biðja í nafni heilarar þrenningar, Guðs föður, sonar og heilags anda. Og rætur kyrðabænarinnar má rekja allt til fjallræðu Jesú, þar sem hann sagði, en þegar þú biðst fyrir skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Og það er mín reynsla og svo margra annara að umbunin í kyrðarbæninni, hún kannski fælst ekkert endilega í þessum 20 mínútum sem maður tekur sér, eða 30 mínútum, heldur fælst hún miklu meira í því sem gerist innra með manni, smám saman, og í hversdagslífinu.
Og ég get alveg vitnað það að í hversdagslífinu þá upplifir maður meiri frið, meiri kyrrð innra með sér og þetta svona jafnvægi sem er erfitt að hagga. Það er að segja ytri áreitin, allt fólkið í kringum mann og venjulegi atburðir sem gerast, þeir hafa ekki eins mikil áhrif á mann til þess að koma mann úr jafnvægi. Sömuleiðis finn ég það að þetta eykur einbeitinguna og þetta minnkar codependence, þetta minnkar meðvirknina, skapar með manni þolinmæði. En það sem kom mér mest og óvart, það var að þetta skapaði einhvern veginn ótrúlega svona djúpa gleði. Það var svona eftir einhverja mánuði sem ég var búin að rækta þetta reglulega, þá allt í einu fór að myndast innra með mig gleði bara af öllu og engu. Bara það var eitthvað nýtt sem var að gerast hérna. Og það þetta að Guð er að vinna í okkur í þessari bæn og framkalla í okkur það sem okkur er til góðs. En ef við skoðum aðferðina sjálfa, ég ætla að segja örlítið fyrst hérna aðeins. Ég talaði að þetta hefði verið í gegnum aldirnar, notað mikið í klaustrunum og það til bók sem heitir The Cloud of Unknowing, sem ekki vita hver gerði, en þar kyrrðarbæninni lýst svolítið mikið, bæði atferlinu og ýmsu upplifunum og fleiru. Og út frá þeirri bók að þá var upp úr 1970 að þá var það títtnefndur Thomas Keating sem var nefndur áðan og annar munkur að þeir svona poppuðu þessa aðferð upp til þess að gera þetta aðgengilegt fyrir nútímamannin og settu saman þessi atriði sem við leggjum okkur í og Thomas Keating hann skrifaði svo þessa bók sem er hér á ensku Open Mind, Open Heart og hún hefur verið þýdd hér í Vakandi hugur, vökult hjarta og mjög gott á meðan að maður að komast í gang með kyrrðarbænina, lesa í þessari bók til að svona, átta sig og geta einhvern veginn á taktinum. En það sem við gerum að við tökum frá 20 mínútur, helst 2 á dag, en ég verð að játa, mér tekst það eiginlega aldrei 2 á dag. Best að gera þetta strax á morgnana þegar maður vaknar og í stað þess að hafa 20 mínútur og þá bara hægt að lengja tíman eftir því sem maður tilbúin í það. Og þá gott að koma sér vel fyrir með báða fætur jafna á gólfinu, með beint bakið og við lokum augunum til þess að hafa ekki eins mikið áreiti á okkur og síðan bara sitjum við í þögninni í 20 mínútur. En við höfum ákveðin lykil inn í því líka því að við erum með heilagt orð eða orð sem svona 2 til 3 málsgreinar, nei ekki málsgreinar, 2 til 3 atkvæði, 1 til 2 atkvæði vildi ég sagt hafa. Og þetta orð, heilaga orð, það til þess að hjálpa okkur að í rauninni að bæja hugsunum frá. Og þetta heilaga orð, það gæti verið eins og Guð, Jesús, Faðir, Móðir, María, það getur líka verið friður, ljós eða bara já. Vegna þess að þegar við segjum orðið innra með okkur í þögninni, að þá erum við að játast því að við viljum leyfa Guði að hafa áhrif á okkur. Við viljum leyfa Guði að vinna sitt verk í okkur. Þannig að þetta ekki spurning það að við ætlum að hætta að hugsa, en við ætlum að hætta að taka þátt í öllum hugsunum sem eru og við finnum það þegar við lokum augunum og við byrjum í svona stund. Þá stundum getur maður upplifa að maður sé bara eins og á brautarstöð inn í höfðinu. Og þá það bara að fara blíðlega að þessu orði sínu, aftur og aftur, leið og við upplifum hugsun.
Og svo ég fari að hugsununum að þá það ekki bara eitthvað sem við erum að hugsa. Það í rauninni öll skynjun sem við erum með. Það getur verið líkamsskynjun eins og kláði eða einhver pirringur í skrokknum. Það getur verið einhver ímyndun eða tilfinningar, hvort sem það eru góðar eða vondar. Það getur verið þar sem við erum að skipuleggja okkur eitthvað. Eins og bara, heyrðu býtu á morgun, þá þarf ég að fara að gera þetta og þetta og hvernig ætla ég að komast þangað og klukkan hvað og allt þetta. Að í hvert sinn sem við upplifum að eitthvað af þessu farið af stað í höfðinu okkur, þá förum við bara ofurblíðlega að orðin okkar, eins og við getum ímynduð okkur ef að fjöður væri að leggjast á kotta, svo blíðlega. Og með því að gera þetta í 20 mínútur, að þá hægist á öllu innra með okkur. Og og svo fer ákveðið ferðalega í gang sem að bara yndislegt, en það getur líka verið erfitt ef að maður á kannski einhvað óuppgert í lífinu, þá getur vel verið að það popp einhvern tíðan upp í stundinni. Og þá bara fyrst og fremst að segja orðið sitt blíðlega, og ef að það eitthvað sem skiptir verulegu máli eftir stundina, að hugsa til þess þarf ég kannski að fara og tala við einhvern. Vegna þess að þetta ferðalag sem fer á stað í manni, að þetta svona eiginlega hinn guðlega sálfræði meðferð, ef hægt að segja það, sem fer á stað í okkur, ef við sinnum þessu reglulega. En svo getur það líka verið að ég þekki það, að í þessari guðlegu sálfræði meðferð, að þá hefur komið upp eitthvað í lífi mínu sem að ég í bænastundinni allt í einu bara rifjaðist eitthvað upp fyrir mér og ég sá eitthvað fyrir mér, alveg röð fyrir röð, eitthvað sem hafði gerst, sem hafði verið erfitt. En í staðin fyrir að það væri eins og það hafði verið áður, að þá fann ég virkilega til undan því, að þá var þetta bara eins og eitthvað hlutlaust pappír sem ég var að sjá, sem að skipta engu máli. Og eftir stundina þá vissi ég, býttu, ég laus frá þessu. Þannig að þessi meðferð Guðs, hún bara eins og Guð vill og veit og þekkir að, hvað skiptir okkur mestu máli og hvernig best að vinna í okkur. Og svo bara eftir þessar 20 mínútur, þá gott að sitja í þögn í svona kannski 1 til 2 mínútur á eftir, þannig að maður fari ekki að æða af stað til þess að maður geti tekið frekar kyrrðina með sér. Og eins og ég segi, þetta veitir manni bæði hugræna blessun, en ekki síður hefur þetta veitt mér líkamlega blessun, því ég með svona gigtarvesen eitthvað, og stundum bara í stundinni þá finn ég hvernig eru stroknir í burtu líkamlegu verkirnir. Þannig að kyrrðarbæn eitthvað það góða sem hefur komið inn í líf mitt. Takk. Við ætlum að bjóða upp á spurningar á eftir, en fyrst langar mig að segja aðeins frá fagnaðarbæn. En áður en ég geri það, þá langar mig líka að segja frá, það eru spennandi viðburðir framundan hjá okkur. Helgina 10. til 13. Það rétt hjá mér, Henning. 10. til 13. október verðum við, Henning, með námskeið í Lectio Divina, eða biblíulegri íhugun, á Löngumýri í Skagafirði. Og þá munum við kenna þessa aðferði að lesa biblíuna í bænaþeli mjög ítarlega, og einnig hvernig við getum notað þessa aðferð til þess að biðja út í náttúrunni eða biðja með náttúruna að leiðarljósi, með myndir að leiðarljósi og með tónlist að leiðarljósi. Og þannig að ef ykkur hefur áhuga á því, að þá eru upplýsingar þetta að finna á kyrðarbæn.is,
Og síðan verður í lok janúar, þá mun koma hingað kona sem heiti Mary Dwyer, sem að lærði kyrðarbæn og þessar aðferðir sem við erum að tala um hér af Thomas Keating sjálfum. Og hún ætlar að tala sérstaklega um fagnaðarbæn og ferli fyrirgefningarinnar og hvernig það getur unnið saman. Og það svona löng helgi líka eins og í Löngumýri, en það verður á Hótel Kríunesi í Kópavogi. Nú, fyrir ykkur sem eruð hér, að þá eru hérna bæklingar sem að þið bara megi taka og eins svona spjald með aðferð fagnaðarbænarinnar og síðan er bók sem að er nýlega komin út fagnaðarbæn á íslensku og hún kostar 2.500, þannig að þið viljið kaupa hana, það er bara hægt að setja kröfu í heimabankan, þá bara talið við okkur. En fagnaðarbæn, þegar, fagnaðarbæn og kyrðarbæn eru svona systur bæna, svona bænasystur og það er vegna þess að þó að aðferðirnar séu mjög ólíkar, að þá er ásetningurinn sá sami. Og ásetningur kyrðabænarinnar er alltaf sá að játast nærveru Guðs og verki heilags anda hið innra með okkur eins og Bára talaði um. Og í fagnaðarbæninni erum við að játast Guði í dagsins önn. Þannig að í kyrðabæninni þá tökum við okkur 20 mínútur þar sem við förum inn í herbergi okkar og lokum dyrunum og allt þetta, erum ykkur staðar í næði og sitjum í nærveru Guðs í 20 mínútur. En fagnaðarbænin, hún á sér stað bara í bílnum hjá tannlækninum á fundi. Þegar ég á erfitt samtal við ykkur. Hún er svona instant og hún getur tekið bara örfáa sekúndur. Og fagnaðarbænin, ég hvet ykkur til þess að fara á nánari námskeið þessar bænaaðferðir, vegna þess að það er ekki hægt að kenna þetta á svona stuttum tíma. En hugmyndafræðin á bakvið þetta, Thomas Keating, hann kendi svo mikið, hann notaði svo mikið sálfræðileg hugtök til jafns við guðfræðileg. Og svona blandaði þessu svolítið saman. Þess vegna tölum við sálfræði meðferð Guðs til dæmis. Og hann talaði að þegar maður er búin að iðka kyrðabæninni í svolítinn tíma eins og Bára kom inn á, að þá fer af stað losun eða hreinsun. Það fer að losna ýmislegt úr undir meðvitundinni sem getur bara hreinlega verið bara mjög erfitt að takast á við. Það sem ástæðan fyrir því að það gerist er að vitund okkar og sjálfsþekking eykst. Og og þá er það líka spurningin, hvar er undirmeðvitundin okkar? Og líkaminn okkar geymir undirmeðvitundina. Það er mjög vinsæl bók núna, Líkaminn geymir allt. Þannig að á ensku er það sagt the issues are in the tissues, eða vandinn er í vefjónum. Líkaminn geymir allar upplifanir okkar. Og síðan þegar við sitjum í kyrðabæninni, þá getum við stundum hreinlega fundið að það er eitthvað breyting að eiga sér stað í líkamanum okkar. Og þá getur losnað ýmislegt sem við þurfum að takast á við. Og þar kemur fagnaðarbænin inn. Og þess vegna er fagnaðarbænin mikið tengd líkamanum. Þannig að fyrsta skrefið í fagnaðarbæninni er að skynja. Söktu þér inn í það sem þú skynjar í líkamanni þínum á þessu augnabliki. Það er fyrsta skrefið. Og ég get bara svo, ég taki bara svona dæmi, bara frá því, ég nota fagnaðarbænina yfirleitt á hverjum degi og
stundum, sérstaklega mikið að vera, mjög oft. Þess að fagnaðarbænin hjálpar okkur að sleppa tökum á hugsunum og tilfinningum sem styðja við falska sjálfið eða egóið. Og svoleiðis hlutir eru bara eitthvað svona sem kemur mér úr jafnvægi, bara gerist á hverjum degi, stundum oft á dag. Og í dag gerðist það að við sáum fram á að við gátum ekki verið með kynningabás hérna eins og við höfum planað kyrrarbænasamtökin. Og ég tilkynnti það og það varð svona, fór að stað alveg svakaleg hugsunarhríð í mér bara, og allt í einu fann ég að ég var öll stíf og það var svona eins og svona þrengsli hérna í brjóstinu á mér og ég hugsaði, mér fannst allt í einu að vera upp á líf og dauða að við hefðum þessa kynningabása þó að enginn gæti sinnt því. Og þetta var náttúrulega egóið mitt, þetta var falska sjálfið og ég ætlaði að fara að stjórna og ráðskast einhvern veginn í því að þetta væri hægt. Og þá mundi ég eftir hérna fagnaðarbæninni og ég sökti mér inn í þessi þrengsli og þessi þyngsli sem þetta var að valda mér. Og þegar maður fer svona heim í líkamann í skynjunina, þá fer maður út úr öllum þessum hugsunum. Auðvitað fer maður að aftur en þá snýr maður alltaf aftur. Snýr aftur og aftur og aftur. Og það sem maður gerir síðan og það er svona, á ensku segir maður counterintuitive. Það er einhvern veginn svona, okkur finnst við eigum að gera eitthvað allt annað en akkurat það. Maður fagnar skynjunni. Og maður segir velkomin. Velkomin. Þá var ég að segja velkomin við þessi þrengsli, við þessa vanlíðan sem ég var að finna. Í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að bæla hana niður eða bæja henni burt, þá bara umvafði ég hana. Næsta skref er síðan að sleppa tökunum og það er svona setning sem maður fer með sem veldur okkur oft miklum hugsunum eða spurningum. Ég sleppi tökunum á þráminni eftir öryggi, ástúð og stjórn og umvef þetta augnablik eins og það er. Og nú vitum við öll að við höfum öll þörf fyrir öryggi, ástúð og stjórn. Það er grunnþarfir okkar. En við erum að sleppa tökum á þrám okkar eftir þessu. Það er þegar þessi þrá eftir þessum þörfum okkar eru orðnar óheilbrigðar. Eins og til dæmis þarna í þessu dæmi sem ég var að taka, þarna fannst mér þetta vera upp á líf og dauða. Mér fannst ég þurfa að hafa stjórn á þessu. Sem var náttúrulega ekkert rétt, þetta var ekkert upp á líf og dauða. Þannig að með því að fara með þessa fagnaðarbæn þá náði ég að sleppa tökum á þessu og sjá bara hvernig þessu myndi vinda fram. Bara Guð, þú mátt bara koma hérna inn í þetta. Þú mátt. Ég ætla ekki að stjórna þessu, ég ætla að færa þér þetta. Mér langar líka að lesa hérna, aftan á þessu spjaldi er alveg dásamlegt kvót sem að hefur orðið mér svona eiginlega motto í lífinu. Sú reynsla sem Guð færir okkur á hverju augnabliki er okkar besta og helgasta reynsla. Og það getur verið mjög erfitt einhvern veginn að ná utan þetta þegar maður er í vanlíðan, þegar maður er í þjáningu, þegar maður er í sársauka. Og við erum að sjálfsögðu ekki, ég til dæmis að takast á við krabbamein. Ég myndi aldrei fagna því að vera með krabbamein. En ég er að fagna viðbrögðum mínum við því sem að ég er að gangi í gegnum. Það er munurinn á því ég er að fagna viðbrögðum mínum tilfinningum, sama hver þær eru, við því sem er að gerast í mínu lífi og þannig að leyfa anda Guðs að komast að. Ok, ég er tilbúin að gangi í gegnum þetta Guð ef þú ert með mér. Ég er tilbúin að gangi í gegnum þetta ef
andi þinn fær að leiða. Nú ekki bara að fara að koma spurningum. Nú spurði ég þig ekki einu svona til nafns, sko. Ragnar með annan mikrofón eða hljóðnema. Þannig að ef þið eru með spurningar eða viljið bæta ykkur við sem við höfum sagt, þá bara endilega réttið upp hönd og þið megi beina sjálfsögðu spurningunum til Hennings, Báru eða mín, bara eftir því sem þið viljið. Gjör svo vel, Elinborg. Já, takk fyrir. Hjartast þakki fyrir að bjóða okkur upp á þetta erindi í kvöld og dásalegt að hlusta okkur öll og ég ein af þeim sem hefur verið mjög lengi á leiðinni að fara að stunda kyrrðarbænina og ég las örgulega bókin hans Keating fyrir meir en áratug og oftar en einu svona oftar en tvisar en hef ekki ástundað þetta en auðvitað minnir þetta á mjög margt sem maður þekkir og sömuleiðis hef ég lesið Divina Lexio Divina, já það er nú oft þannig með okkur prestarinn maður er búin að lesa ýmislegt en ekki kannski ástundið það svona af heilum hug en það var eitt sem ég hnaut og sem ég fannst svolítið eftirtekt að það er þetta með að setjast þegar maður ástundar kyrrðarbænina þá sagði Bára að maður ætti að setjast í stól og vera kyrr. Má maður liggja eða er það skil eða maður sitji? Maður má alveg liggja, það má alveg liggja og ég gerði það á tímabili en þá er meiri hægt á því að maður bara sofni. Þannig að ég færði mig aftur yfir í stólinn en það er ekkit bannað. Það er bara reglana verður með beint bakið allavega. Mér langar líka bara að segja aðeins frá því úr því að rifjaðast upp fyrir mér að ég talaði 20 mínútur í kyrrðarbæninni. Ég, núna þegar ég er farin að iðkana svona, að þá ger ég það stundum bara, þú veist, á sundlega bakkanum að ef ég sit í sólinni og loka augunum að þá fer ég bara í kyrrðarbæn. Og ég á eina mjög sterka upplifun af því, ég var í Berlín og maðurinn minn var að kaupa lestarmiða og ég sat á svona einhverju brúna á sæti og var alveg fullt af fólki og hafa mikill háaði og læti. En ég lokaði augunum og fór í kyrrðarbæn og ég fekk bara átt einhverja alveg himneska stund þarna. Það lokaðist bara á öll þessi læti og ég var bara þarna með ég og Guð og það var dásamlegt. Þannig að maður fyrir að nota hana líka svolítið eins og fagnaðarbænina aftur og hingað og þangað. Langar kannski að nefna í þessu samhengi að þetta eru kannski að því við erum að fara svolítið hratt yfir þetta eru 3 aðskildar aðferðir sem tengjast þó en það er kannski allar svolítið sameiginlegt að þegar maður leggur stund á einhverju þeirra þá fer það svona yfirfærast á fleira í lífinu og maður tekur það kannski með sér út í daginn og kannski mætir því sem verður á vegi manns öðruvísi út af þessari ástundun og mér var svo skemmtilegt að einu sem vorum með námskeið í biblíulegri íhugun og þá var svona heimspeki prófessor sem kom og hann sá strax að hann myndi síðan fara og nota þessa aðferð bara til að lesa heimspekitextana sem hann var að fara að kenna og hann var að fara að leggja út af og þannig að allt þetta einhvern veginn svona þetta verður svona smátt og smátt þess að kannski að hlutirnir bara horfa öðruvísi við manni og mæta manni öðruvísi.
ykkur fleiri spurningar eða eitthvað sem þið eru að velta fyrir ykkur? Já. Þetta kannski heimskuleg spurning, en hvar eru þið að bjóða upp á ástundun kyrrðarbænarinnar? Þetta bara mjög góð spurning, sko. Það í Grensáskirkju, hún Ingunn og Bára eru með þann bænahóp. Það í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Það að fara stað hópur í Njarðvíkurkirkju, ytri Njarðvíkurkirkju, svo ég segi það alveg rétt. Það hópur í Útskálakirkju í Garðinum, það hópur á Hvolsvelli, eða ekki? Jú, Akureyri, Glerárkirkju og fleiri stöðum, en það ekki mjög Vestmannaeyjar, fyrirgefðu Þórana. Mosfellsbæ, já þess vegna varst að sveifla þér svona, já, í Lágafellskirkju og, já, síðan við með íhugunarkapellu sem á netinu og manni finnst kannski svolítið skrítið og mér fannst það fyrst að logga sig inn á Zoom til þess að fara í hljóðabæn með öðru fólki. En sko, Jesús sagði þar sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ég mitt á meðal og bara tæknin engin hindrun þar. Og þetta bara alveg dásamlegt samfélag og það sem við erum með þetta á mánudögum og þriðjudögum 4:30 og þá formið á 5:30 að þá formið á þessu yfirleitt þannig að við byrjum í 20 mínútur í kyrrðabæn og svo förum við í Lectio Divina. Það svona yfirleitt þannig. Og við bara skiptumst á sem erum í þessum, við sem erum að iðka þetta og treystum okkur til að leiða þessa stundir og það sem sko þetta byrjaði náttúrulega í COVID að við fórum að gera þetta og þá var alveg bara stundum 30-40 manns að mæta. En það nú ekki svo margir núna, en það alltaf einhverjir og það skiptir ekki, fjöldinn skiptir ekki máli, það skiptir máli að við erum komin hana til þess að eiga góða stund saman, gæði umfram magn, eins og Henning sagði. Og já, ég hvet ykkur til að skoða það. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og svo kyrðabæn.is. Hvað ætlaði þú að segja? Já, til þess að geta lokkað sig inn á Zoomið eða íhugunarkapelluna, þá eiginlega best að fara inn á kyrðarbæn.is og það bara hlekkur sem maður ýtir á. Og náttúrulega það sem að þetta gerði að verkum þegar við byrjum á þessu var að landsbyggðin fór að koma miklu meira inn. Íslendingar sem búa í útlöndum fór að koma inn. Fólk sem á ekki heimangengt vegna heilsu eða bundið yfir ástvinni, það fór að koma. Þannig að það fór svona ýmislegt að gerast í sambandi við það. Og það byrjar 2. september, mánudaginn 2. september. Það væri gaman að sjá okkur þar. Vegna þess að ef maður ætlar að byrja að ástunda svona bænir, sko, þá bara stuðningurinn svo mikilvægur. Og það myndast svona kærleiks samfélag í kringum þessa bæn og sko, og við sem erum á trúargöngunni, þessar bæna aðferðir og alveg eins og þú varst að segja, Elinborg, þetta minnir á margt, alls konar bænir og bæna aðferðir sem við þekkjum. En svona regluleg ástundun á þessu og að hafa hugrekki til þess að svona sleppa tökum á sjálfum sér og leyfa Guði að komast að. Gefast Guði og gefast upp fyrir Guði. Það
það verður svona að gefast heilugum anda, það verður svona eitthvað svona hreyfi afl, vaxtar og þroska. Og þetta hreyfi afl er náð Guðs. Og þetta dýpkar svo öll sambönd í líf okkar. Þetta dýpkar og auðgar samband okkar við Guð. Þetta dýpkar og auðgar samband okkar við okkur sjálf og annað fólk, náttúruna. Ég sé að bara tíminn er útrunnin, en nema það sé eitthvað annað sem þið vilja að ég komi að, eða þið viljið koma að, kannski réttara sagt. Kannski bara rétt í lokin. Thomas Keating hélt fyrirlestra í Harvard-háskóla sem eru mjög frægir. Þeir heita á ensku The Human Condition og íslensku Ástand mannsins. Og þetta er svona lítið rit þar sem mann er mjög mikið að fjalla guðfræði, tengda sálfræði og öfugt. Og þetta er komið út á íslensku. Skálholtsútgáfan er að fara að gefa þetta út. Það búið að þýða þetta og þetta er bara alveg stórmerkileg bók, og þegar hún Mary Dwyer kemur hérna til landsins í janúar, þá mun hún halda fyrirlestur sem verður öllum opinn ástand mannsins. Og þá er komið mjög mikið inn á þetta sálfræði meðferð Guðs, hvernig Guð getur verið þerapistinn okkar, og svona hvað við erum að takast á við þegar við erum að sleppa tökum á falska sjálfinu og leyfa sanna sjálfinu að skína í gegn. Og þar býr nesti Guðs. Og það er til fleiri bækur og það fást allar í kirkjuhúsinu sem tengjast Vakandi hugur vökult hjarta, Leiðin heim, svo eru til kyrrðalyklar. Já, þetta er svona það sem er til á íslensku, sko. En ég held að bara tíminn sé hlaupinn frá okkur og bara þakka ykkur fyrir alveg yndislega stund og fyrir að koma og hafa áhuga á þessu, og þið getið alltaf leita til okkar ef að spurningar vakna. Þannig að bara takk fyrir og Guð blessi ykkur.
komið hljóð. Svona. Jæja, kæru vinir. Við þurfum að byrja, við þurfum að fylgja tilsettum tíma. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þessa samveru. Ég ætla hér að fá að fjalla svolítið sálgæslu, nærveru og snertingu og hvernig þetta þrennt tvinnast svolítið saman. Fyrst langar mig að kynna sjálfa mig. Ég heiti semst Anna Hulda og Júlíusdóttir og ég djákni og starfa í sálgæsluteymi Landspítalans, sálgæsluteymi presta og djákna. Búin að vera þar núna slíðisliðna 9 mánuði. Þar á undan starfaði ég á Hornbrekku, hjúkrunarheimili á Ólafsfirði og eldri borgarnir hafa verið svolítið mitt krát í gegnum árin. Ég starfa lengi líka í orlofsbúðum eldri borgar á Löngumýri, því gullfallega starfi. Og einnig ég vatnsmeðferðaraðili. Ég semst nam það hjá Flothettu og hef bætt við mig svona hennum ýmsu námskeiðum. Og af hverju ég nefni sérstaklega vatnsmeðferðaraðilann kemur svolítið fram á eftir. Við vitum ekki af hverju að kemur spurningamerki í alla rammana. Lífið náttúrulega bara ein spurning, þannig að þetta sennilega bara einhvern veginn kubburinn og tölvan lesa sig ekki alveg saman. Þannig að þetta var ekki ætlunin, það var eitthvað voðal flott merki. Já, mér langar svolítið að fjalla bara hvernig þessir þættir tvinnast saman, eða fléttast saman. Að þið kannski vitið svona flest öll og kannski búið að fara yfir það hér áður í dag, út á hvað sálgæslan gengur. Að sálgæslan þetta að mæta manneskjunni það sem hún stödd hverju sinni. Að virða trúnað við fólk og hvar það statt. Að virða ólíkar lífsskoðanir og liðsinna þeim sem eiga sárar tilfinningar og erfa spurningar tengdar áfalli, veikindum eða jafnvel tilvistar vanda. Og nærveruna þekkjum við öll. Að vera til staðar og hvað það þýðir að vera til staðar. Við þekkjum öll munin á þægilegri og óþægilegri nærveru. Nærveru sem að segir ég sé þig. Við þekkjum nærveru sem að segir ég virði þig. En við þekkjum líka nærveru sem að veitir kulda eða jafnvel hunsun. Og við þekkjum vel munin þarna á milli. Og við vitum líka hvernig nærvera lítur út. Ég gef mig það að öll við sem erum hér samankomin og einnig þau sem eru að hlusta, að við eigum okkur einhvers konar lífsreynslu, við eigum öll okkar sögu. Og mér langar svolítið að biðja ykkur að setja það sem við ræðum hér í dag kannski bara svolítið í samhengi við ykkur sjálf. Og ég ætla að tala út frá sjálfri mér og því sem hefur reynst mér vel. Ég ekki að vísa í einhverja fræðinga eða einhverja speki. Ég ætla að segja þetta bara í mig sjálfa og öll búum við yfir einhverju sem við höfum orðið fyrir eða þurft að takast á við í lífinu. Enginn fer svo auðvitað í gegnum lífið að hann mæti ekki einhverjum brekkum. Þannig að við vitum sennilega flest hvernig góð og slæm nærvera lítur út. Og nærvera alveg gríðarlega mikilvæg þáttur í allri sálgæslu. Og óhikað eins og bara með allt í lífinu, að ef okkur líkar ekki við þann sem við hittum á í sálgæslu þá eigum við að skipta Við má finna okkur eitthvað það sem við finnum og við mötsum við. Og við bara óhikað að gera það eins og við gerum með lækna og hárgreiðslufólk. Og við vitum það að ég felleg til þess með hárgreiðslukonur, að skipta hárgreiðslukonur bara eitthvað ræðilegast sem ég geri. Það eitthvað sem kann á mig, ég þekki nærveruna, hún veit hvernig hún á þegja, hún veit hvernig hún á að tala. Og þurfa að skipta alveg rosalega erfitt. En þetta eigum að leyfa okkur líka þegar við erum að þiggja sálgæslu. Og einnig fyrir okkur sem að störfum við sálgæslu, þegar við erum að veita sálgæslu, ef við skynjum að við getum ekki
liðsinnt í fólki sem við erum að mæta. Ef við stöndum fram fyrir því að það er eitthvað þarna sem að bara við náum ekki í gegn. Að þá hefur verið ófeimin að ræða við kollega okkar og skipta út leikmanni. Snertingin, það er þessi þáttur sem ég ætla að tala kannski hvað mest út frá í dag. Að veita snertingu og að þiggja snertingu. Snerting er mér alveg gríðarlega mikilvæg, eins og ég vísaði kannski til með hárgreiðslukonuna. Ég þekki sjálf þá reynslu að ganga í gegnum krabbamein og að vakna á spítala og hjálparvana og geta ekki baðast sjálf. Þetta eru 11 ár síðan og ég man snertinguna þegar það var yndisleg stúlka sem vann á spítala og þvoði að mér hárið eftir aðgerð. Þessi nærvera og þessi djúpa, dásamlega snerting án allra orða. Að finna þennan kærleik sem að streymir frá einni mannesku til annarar, virðingin, og hún er ómetanleg. Og þennan þátt skulum við aldrei vanmeta í allri sjálfgæslu. Snertingin er það mikilvæg fyrir okkur öll að þegar við komum saman hér bara í dag, að þá eru þau örugglega búin að snerta mjög marga. Þau eru búin að taka í hendina á mjög mörgum og þau eru búin að faðma mjög marga. Snertingin er okkur einhvern veginn órjúfanlegur þáttur í öllum samskiptum. En auðvitað þurfum við alltaf að passa okkur hvar við stígum niður, að óviðeigandi snerting er náttúrulega alltaf óviðeigandi. Og ég hef notið þeirra gæfu að vinna með nokkra sorgarhópa, unnið í missishópum og þar hef ég þorað að stíga á þetta ísinn og nota snertingu. Ég hef endað alla hópa, öll skiptin, sem þetta hefur verið í 6 eða 8 skipti, að enda hver tíma fyrir sig með snertingu. Og ég hef gert það þannig að í lok tímans að gefa okkur svona 5 til 10 mínútur þar sem ég býð upp á slökun og fólk kemur sér bara eins þægilega fyrir og það mögulega getur og með leyfi þeirra sem er á staðnum fæ ég að snerta axlirnar á fólkinu. Við lokum augunum, sitjum í þægilegri stöðu og eins og gerist í hópamyndun að það myndast hægt og bítandi traust í hópnum. Og sérstaklega í svona vinnu þegar við erum að tala missishópa. Að hægt og bítandi myndast traust að við erum að opna okkur upp á gátt. Og að fá þetta traust er heilagt. Að fá þetta traust að geta gengið á milli og lagt höndina á öxlina á þeim sem að þiggur. Og það er ómetanlegt. Að það er stórkostlegt að fá að komast svona nálagt manneskjunni. Og gaman að segja frá því að í síðastliðin vetur að þá var ég að vinna í missishóp og með mér var kollegi minn sem búinn að starfa í þessum gera í mörg ár, hókin af reynslu og ekki mikið fyrir snertingu. Alls ekki. Og þegar ég stakk upp á þessu að hóparnir undir að tímarnir okkar myndi alltaf enda svona og hann bara jú, alltaf leið, bara fínt. Og eftir fyrsta skiptið þar sem ég gekk á milli og lagði höndina á annarkvort öxl eða hérna ofarlega, þetta er svæðið að það sem við róum okkur, eða þið vitið það ekki, ég ætti að fara aðeins betur í það eftir, að hérna og legg höndina hér á. Eftir að vera búin að tala nokkur velvalin orð, legg höndina hér á og að finna fyrir þessu þegar losnar hræðslun okkar, þegar losnar spennun okkar, þegar losnar kvíðan okkar, að leyfa einhverjum að snerta sig. Og jafnvel akkurat þarna var þetta það sem þú þurftir til þess að hjálpa að losa endanlega spennuna. Og eftir þennan fyrsta tíma þá var þessi kollegi minn, hann átti ekki til eitt aukatekið orð og það er hans vegna sem ég stend hér í dag
að hann fór fram á það að ég myndi vera með smá fyrirlestur snertingu í sálgæslu. Og við vorum aðeins að vandrast með þetta því þetta náttúrulega erfitt að stíga þarna niður, að þetta mjög vandmeðfarið. Og hvernig við gerum þetta skiptir náttúrulega öllu máli. Að við bara göngum ekki að einhverjum og bara, já, nú ætla ég bara að leggja hönd mín á þig og þetta er eitthvað sem ég þarf að passa mig alveg gríðarlega mikið í, að ég er rosalega mikið fyrir að koma við fólk og er óvart farin að bara fikta í hárinu á einhverjum sem ég er að tala við og þetta er alveg hrikalegt að vera svona og þetta er bara, stundum er ég bara svona, ok, ég þarf aðeins að bakka út úr þessu. En þetta er eitthvað sem maður lærir og þegar maður treysti Guði fyrir sjálfum sér í vinnunni sinni, að þá er þetta til dæmis einn af þeim þáttum sem ég bið sérstaklega fyrir að Guð leiðbini mér. Bara minna af mér og meira af honum. Og þarna kemur flott meðferði mín svolítið inn í, meðferðarfræðingurinn í mér. Að fá að meðhöndla einstaklingi vatni er alveg stórkostlegt. Og það er allavega ein sem ég hef fengið að meðhöndla. Og ég hef verið svo lánsum að geta finna þetta saman, að fólk sem hefur verið hjá mér í sálgæslu hefur komið einnig til mín í flot. Og í flotinu að þá er númer 1, 2 og 3 að maður skapi öruggt rými. Að maður skapi rými þar sem einstaklingur upplifir sig öruggan. Og þetta náttúrulega byggist allt alveg gríðarlega miklu trausti. Að fólk treysti þeim sem er að veita þjónustuna fyrir líkamannu sínum. Og eins líka þessi virðing að fá þann heiður að meðhöndla líkama. Og að skapa rými þar sem þú ert búin að vera með einstakling í sálgæslu og fá svo að taka viðkomandi í vatnið, í þögnina. Að þetta er einhverju töfrar sem gerast. Að eiga þessa sálgæslu, þessi meðferð í þögninni, þessi sálgæsla án orða. Hún verður svo rosalega djúp, það verður svo mikið dýpt. Og meira þess að sumir tímarnir hafa verið þannig að þú ert bara að skapa rými, tryggja öryggi og þessi þættir sín til að upp að ég byrja einhvern einasta tíma að blessa vatnið. Blessa vatnið í bak og fyrir og sjálfa mig og hendurna mínar. Þetta fallega flotta verkfæri sem við eigum, að blessa þær, að Guð vinni í gegnum hendurna mínar en ekki ég að reyna að gera eitthvað í hans vilja. Að sumir tímarnir hafa verið þannig að fólk kemur upp úr vatninu eftir klukkutíma þar sem það er leitt í gegnum, sem þú tekið upp úr vatninu og það upplifir kannski og segir að það hefur aldrei upplifað annan eins tíma. Fólk sem er búið að koma kannski í nokkur skipti, bara vá, þetta er langbesti tíminn sem ég nokkuð með farið í og ég gerði ekki neitt. Það er kannski tímarnir sem ég gerði ekki neitt. Bara skapa öryggi, tryggja nærverunni til staðar, ég er hérna, þú skynja mig, þú veist að ég er hérna. Og tryggja þetta öryggi og horfa á eftir einstaklingum fara inn í sálgæsluna í sjálfum sér, að finna verkfærin sín, leyfa vatninu að umvefja sig. Þetta er svo stórkostleg tilfinning og hún er alveg mögnuð. Og ég líka verið með sálgæslu hóp sem var búin að hittast í 6 skipti. Það var semst missishópur og við vorum ekki tilbúin að hætta. Okkur langaði að halda áfram en þau voru ekki, höfum ekki tök á því. En við ákveðum að bjóða upp á 1 tíma í viðbót og það er í flottími. Og það var eitt af stórkostlegasta sem ég nokkuð tímann upplifað, að fara með 8 einstaklingum sem eru búin að vera að vinna þessa djúpu vinnu í samtölum ofan í vatnið þar sem þau treystu hvort öðru 100%. Það var fullkomið traust. Og þetta er eitt af því fallegasta sem ég séð.
Og það var alla ég geti sagt þetta á þess að fella nokkuð tár, sko. Þetta er eitt af því allra fallegasta. Þetta traust og þessi nálægð og þetta fallega sem gerist með orkun okkar. Þegar við treystum fólkinu og treystum náunganum og treystum öðrum fyrir okkur. Að við eigum mörg sameiginlega reynslu. Og það er svo stórkostlegt að geta deilt henni. En COVID-tímarnir að þeir köttuðu svolítið á snertinguna. En þörfin fyrir snertingu að hún hvarf ekki, þó svo okkur hafi verið bannað að snertast tíma. Og starfandi á Landspítalanum þá finnum að það kemur svona pínu vonleysi í fólk, bara eins og daginn þegar kom grímuskylda og þá setja allir panska og hætti allir að heilsast og þetta. Þá myndast þessi fjarlægð sem er okkur ekki eðlisleg. Og auðvitað getum við ekki, ég er ekki alhafa, auðvitað er náttúrulega fólk til sem ekki vill snertinguna og við virðum það. Þess vegna þurfum við alltaf að biðja leyfi fyrir henni. Mér langaði aðeins að minna bara á þetta að áfall er þegar öll tengsl rofna, allt saman. Veröldin okkar fer á hvolf, við höfum engar tengingar. Það er áfall. Sorgin er uppbyggingaferli og vonin, hún á heima í samskiptum. Og þá langar mig aðeins að fara inn í þegar við erum að mæta ástvinum okkar í þrengingum. Þetta vonleysi og varnarleysi sem grípur okkur oft. Að það er eitthvað svo merkilegt hvernig við virkum. Ég held að þið þekki þetta örugglega langt flest. Að eitthvað sem snýr okkur sjálfum, erfiðleikar sem snúa okkur sjálfum, er einhvern veginn allt öðruvísi heldur en erfiðleikar þeirra sem við elskum. Ástvin okkar, vinir, kunningjar, þar upplifum við einhvern veginn svo mikið varnarleysi á meðan að við erum einhvern veginn með eitthvað annað spil í hendinni þegar við erum sjálf að standa frammi fyrir veikindum eða áföllum. Og flest þekkjum við sennilega þetta, hvað er ég fram að færa, sem á kannski ekki sömu reynslu og sá sem er að fara í gegnum áfall eða sorg. Og hvað ef við gerum meira ógagn en gagn? Lífssögur okkar eru allar mjög mismunandi, en í grunninn höfum við öll þessar sömu grunnþarfir. Og þarna er líka í fjölmenningarsamfélaginu sem við búum í dag að þá er mjög gott að minna sig annars slagið á þetta. Að þó sem við séum öll mjög ólík og lífssögurnar okkar ólíkar, komum frá ólíkum bakgrunni, að þá höfum við öll sömu grunnþarfirnar. Að vera séð og vera heyrð. Og öll höfum við þessar hversdagslegu þarfir. En hvernig lítur hjálp út? Ég veit ekki hvort ég þekki til hennar Brené Brown. Hún er, ég elska Brené Brown. Hún er bandarískur félagsfræðingur og vinnur mikið með alls konar, bara allt sem tengist mannlegri hegðun og mannlegu eðli. Hún notar mjög mikið þessa spurningu, hvernig lítur hjálp út? Að við spurjum þessara spurninga. Þegar við stöndum frammi fyrir því að ástvinir okkar, vinir eða kunningjar standa frammi fyrir erfiðleikum. Að spyrja okkur hvernig lítur hjálp út. Og það er svo mikilvægt að við notum tungumálið okkar. Í staðinn fyrir að vera eitthvað að reyna að giska í eyðurnar og stunda hugsanalestur sem er ekki uppbyggilegur. En þarna skiptir líka miklu máli að við vitum í hvaða hring við erum þegar það kemur að þeim sem á í erfiðleikum. Erum við í innsta hring eða erum við í ytri hringjum?
Innsti hringurinn náttúrulega bara kjarnafjölskyldan okkar, kjarnin okkar. Og við vitum nokkurn veginn að ef að, við tökum bara dæmi, þú veist, ef að systir mín verður fyrir áfalli og ég þekki hana vel í grunninn, þá þekki ég nokkurn veginn hennar grunnþarfir og ég þekki hvernig hversdagslífið hennar Ég þekki hvað þarf að fara í gang. Þessi innsti hringur þekki það. Það mjög erfitt ofta að vera í hringjónum fyrir utan. Að vita ekki nákvæmlega hvað að gerast í innsta hringnum. Og ég held að það sé bara mannlegt eðlilega, við förum öll í að hugsa bara ætli sig ekki örugglega að hugsa þetta. Verið að hlúa að krökkunum, verið að athuga, búið að láta skólann vita, verið að passa til borði, þarf ekki eitthvað að skutla í íþróttir og allt þetta sem að við vitum að lífið heldur áfram með svo margt. Og það getur mjög erfitt og flókið að vera í ytri hringjunum. En þá svo mikilvægt að við spyrjum fólki sem í innri hring heldur en við. Ef við náum ekki sambandi við þann sem innstur, hann sem verið að halda utanum, að þá verður við að spyrja þann sem næstur eða þann sem þar næstur. Hvar get ég orðið að gagni? Hvernig lítur hjálp út? Og líka það að þora að biðja þessa aðstoð, að virkja allt netið í kringum okkur, alla hringina. Ef þið sjáu fyrir ykkur við erum að fleita þið hendur grjóti eða stein í vatn. Já, fleita kettlingar. Hvaðan ætli það komi? Ok. Hringinni sem að myndast, að hvar eru við? Og hvar gerum við gagn? Oft getum við hlúð að hringnum sem fyrir innan okkur. Sem að getur hlúð að hringnum sem fyrir innan hann. Sem getur hlúð að hringnum sem fyrir innan hann. Og þannig hefur þetta svona samverkandi áhrif. Og eins fyrir okkur að þora að biðja hárþvottinn. Ertu til í að þvo mér hári í dag? Þú veist, ég hef ekki orku í það. Ertu til í bara gefa mér bara gott nudd? Ertu til í að bara gefa mér nærveru? Engin orð, bara nærveru. Ég langar bara að hafa þig, en ekki segja neitt. Og við sem erum hinum við borðið, erum þessi sem og sýtu og gera ekki neitt og segja ekki neitt, að okkur hættir svolítið til að fara að tala okkur sjálf niður. Þú veist, að við sem sjálf eitthvað ómöguleg. En það ekki þannig. Það ekki þannig. Og líka það að ég legg mikið upp úr þessu þegar ég að fylgja fjölskyldum sérstaklega að biðja einveru án útskýringa. Að stundum við bara að vitum ekkert hvernig okkur líður, hvað snýr upp, hvað snýr niður, en við þurfum bara eitt augnablik, þar bara einveru. Og ég vil fá hana án þess að þurfa að útskýra af hverju ég þarf hana. Okkur hætti til að gera þetta svolítið með börnum, að vilja fá svör af hverju þau vilja einveruna. Við fyrir strax í að spyrja spurningana, ertu leiður, ertu reiður, þú veist, þú máttu ekki mikið einn, viltu segja mig hvað að, og förum alla leið þangað. En stundum þurfum við bara þetta rými. Og það mjög mikilvægt að veita hvert öðru trausti til þess að fá þetta rými. Og án þess að þurfa að útskýra sig. Og það eitthvað svo mikil fegur í því. En þá erum við náttúrulega ekki að tala öfgana í hina áttina að eitthvað sem að loka sig alltaf af og vill alltaf vera einn. Og þarna notum við líka tungumáli okkar að tala hreint út hvernig sú hjálp lítur út, hvað heilbrigt og hvað óheilbrigt. Svo líka eitt þegar við erum að mæta ættingjum og vinum í erfiðum aðstæðum, að oft eigum við sjálf einhverja reynslu sem kannski ekki, hún kannski enda bara svo hrá.
að við erum ekki reiðubúin til þess að veita öðrum aðstoð. Og það er líka bara allt í lagi. Og allt í lagi að gera sig grein fyrir því. Og eins kunnulegar aðstæður að við sem að vinnum við sálgæslu, og ég veit að mörg ykkar í rauninni gerir það líka, að þarna þekkjum við oft mjög kunnulegar aðstæður. Ég sjálf missti pabba minn þegar ég var 27 ára og það er svolítið sérstök tilfinning. Ég missti hann á Landspítalanum og við vorum þar öll fjölskyldan samankomin. Að vera í aðstæðum í dag þar sem að ég fylgi fjölskyldu sem er nákvæmlega samsett og mín fjölskylda. Þetta er kunnuleg reynsla og það er ýmislegt í þessari fjölskyldumynd sem maður sér í þessi sjálfa mig í henni og það að þora að vera með sér í henni. Og það er ýmisleg lykt og alls konar hljóð sem að geta vakið upp hjá okkur alls konar tilfinningar og geta tryggerað svo margt hjá okkur og slegja okkur kannski svolítið út á laginu. En öll samfylgd í sálgæslu er nákvæmlega þarna, að við þekkjum andlega og líkamlega líðan okkar þegar okkur líður vel. Og við þekkjum hana í líkamanum okkar og við vitum hvar hún er. En við þekkjum líka andlegu og líkamlegu vanlíðan okkar og við vitum hvar hún er. Við vitum hvar kvíðin okkar fer. Og oft er þetta svona eitthvað viðkvæmi partur, eitthvað sem er alltaf slæmir í baki eða á svona eitthvað viðkvæman part hérna, aftast í bakinu, hérna neðst niður í bakinu. Að það fer oft svona, óttin okkar og hræðslan og allt þetta sækir oft í þessa viðkvæmi parta. Ég var myndi að segja við Bylgjudís í náðan að ég í staðinn fyrir að njóta sólarinnar í Reykjavík að það ákvað ég að dunda mér með kvíðanum í allan dag. Bara til 7:30 og nýlaði staða heimann. Þannig að svona getur maður verið. Þannig að við vitum alveg og þekkjum okkur sjálf að það er margt, þetta er ekki svona klift og skorið, bara mæta í aðstæður, mæta fólkinu okkar, mæta og gera gagn. Að við þurfum svolítið að finna okkur sjálf, hvar erum við, hvernig líður mér. Og allt þetta er samofið, sálgæsla, nærveran og snertingin, hún er samofin í öllum samskiptum. Og ég elska þessa leyndu sálgæslu sem er svo víða, sem við þekkjum öll í störfum okkar. Að bara þarna eins og þessi dásamlega hárþvottur sem ég fékk hérna fyrir 11 árum síðan, að viðkomandi vissi örugglega ekki hversu mikla sálgæslu hún var að veita mér. Samtal á kaffistofunni. Og þetta elska ég sérstaklega svona þar sem að fólk vill alls ekki tjá sig. Það er ekki tilbúið að tala kannski erfiðar aðstæður sem við höfum kannski sameiginlega lent í eða eitthvað slíkt. En bara þetta, að hittast á kaffistofunni og taka pínlítið spjall. Og bara gott dæmi bara núna frá helginni síðastlinni, ég bý á Siglufirði og eins og kannski segið fréttunum að það var svolítið mikið rigning hjá okkur helgina. Og það voru 60 viðbragðsaðilar frá nágranna sveitafélögunum okkar sem stóðu vaktina í 1,5 sólarhring. Ískaldir og ekkert nema bara ískalt vatn sem hældist yfir þá og þeir voru að vaða vatn alveg bara upp á miðlæri og svangir og þreyttir. Að ég fékk að njóta þess að standa við hliðina á kaffikörnunni þegar allir voru að koma í hús, fylla á hana mjög reglulega og passa að allir fengi eitthvað heitt að drekka. Og hlusta á samtölin sem eiga sér stað, akkurat þarna. Hvað fólk er að veita hvert öðru mikla sálgæslu. Það þarf ekki að vera einhver titlaður sálgæti sem kemur á staðinn þegar eitthvað er að. Þessi fallegu mannlegu samskipti. Að þarna var bara hópur af fólki sem var bara með eitt markmið og það var að koma þessu vatn einhvers í burtu úr bænum og hitta svo við kaffikörnuna og bara aðeins að halla sér að hvort öðru og peppa hvort annað, segja kaldhæðnislega brandara vatn og meira vatn og ennþá meira vatn.
Og líka þetta að sitja með náungan í fanginu, að þetta er sennilega einn fallegasta birtingamynd sálgæslunar. Að þegar við höldum að við séum ekki að gera neitt gagn, eða þú situr kannski með mannesku í fanginu, snerting, nærvera, sálgæsla. Og stundum þurfum við bara ekkert neitt að segja. En hvernig hlúum við okkur sjálfum, okkar eigin bjargráð, að ég sjálf nota alltaf þegar ég er að fara í aðstæður sem að ég veit að verða mér erfiðar og eru erfiðar, að nota ég þessi orð, minna af mér og meira af þér. Takk góði Guð, minna af mér og meira af þér. Og takk góði Guð að þú ferð á undan mér og ert svo með mér í aðstæðunum. Við eigum alltaf bænin okkar til að leita í. Við erum í fyrirheit hann mun alltaf standa við hlið okkar. Stundum gleymum við því. Og ég get alveg sagt ykkur það, ég ætla að játa mig síður að ég er ekki mjög þolinmóð í umferðinni. Ég nota þessa bæn stundum þar. Bara minna af mér og meira af þér þegar ég fann að argast út í hinn og þennan í umferðinni. En mér langar svo að biðja ykkur núna að koma ykkur vel fyrir. Að sitja með báða fætur á gólfinu. Og eins og ég sagði áðan að þá er þetta svæði hér, vöðvinn hérna, undir við handakreikan og fram á bringuna, að þetta er svona það svæði þar sem við getum róað okkur. Þegar við tökum barn í fangið sem er órólegt, grátandi, að þá er þetta einmitt það sem við gerum. Tökum það í fangið og leggjum hendina á bringuna. Bara það eitt að setja hendina hér, til byggjum að setja hendina, hægri hendina, ofarlega á vinstri bringuna. Þrýstið jafnvel fingrunum aðeins inn í og slakið. Segðu við sjálfa því í huganum, friður sé með mér. Friður sé með mér. Þið megi opna augun. Undanfarna vikur, þegar ég er búin að vera að hugsa hvað ég ætlaði að segja hér í dag, hafa komið til mín myndir af altaristöflum. Við eigum svo mikið að fallegum altaristöflum þar sem að hendurnar eru svo áberandi tákn. Og þessi fallega altaristafla er í Rýpurkirkju í Skagafirði. Og þarna sjáum við skírn Jesú. Við sjáum hvernig Jesú er með hendurnar á bringunni. Hendur Jóhannesar skírara fyrir ofan höfuðið á Jesú og friðardúfan þar fyrir ofan. Þetta er einstaklega falleg mynd og tákgræn. Og þar sem að kirkjudagar snúast svolítið þennan frið, og það langar mér að segja til ykkar, friður sé með ykkur. Og góður Guð notar fólk eins og mig og þig. Takk fyrir mig.
Er þið með einhverja spurningar eða eitthvað sem ykkur langar að deila? Já, fyrirgefðu. Vatnsmeðferð, flotmeðferð er íslenskt hugvit. Það er kona sem heitir Unnur Valdís Kristinsdóttir sem hannaði búnað til þess að nota í vatni. Það er flot hetta sem er sett á höfuðið og svo fótaflot sem er sett yfir lærin, þannig við fljótum í vatninu og margir geta flotið án flotbúnaðar. En þetta er eina skiptið sem að allur líkaminn og hryggsúlan okkar fær fullkomna hvíld. Ef við fljótum bara sjálfa þá erum við alltaf í svona smá viðbragðsstöðu. Og þetta og hún er búin að hanna alls konar vörur í kringum þetta til þess að veita vellíðan í vatni. Og það er ákveðin meðferð sem við lærum til þess hvernig við hreyfum líkamann og losum spennu. Og þetta er í boði mjög víða, til dæmis í Mörkinni hérna í Reykjavík eru flottímar. Ég hef verið að bjóða þetta í sundlaugina á Ólafsfirði og þetta er í upphituðum sundlaugum sem eru svona cirka 35-36 gráður, þannig að okkur finnum fyrir vellíðan. Og gaman að segja frá því að þetta er eitt af því sem við buðum upp á í Orlofsbúðum eldri borgar á Löngumýri, að það var að fljóta. Og það var dásamlegt að geta veitt eldri borgurum þetta tækifæri að fljóta í vatni og að fá snertingu og nærveru og sálgæslu. Þannig að það tvinnast allt saman. Þetta er íslenskt hugvit, bæði hönnuðin á búnaðinum og meðferðin sjálf. Og við höfum fengið til okkar mann frá Ísrael sem heitir Ómer. Hann er vatnsmeðferðarfræðingur og hefur farið út allan heim að kenna alls konar vatnsmeðferðir. Og hann hefur verið partur af þessari vegferð flothettu hér á Íslandi og víðar. Ég held að hann sé í Argentínu akkurat núna að kenna með íslenska hugvitið. Að gefa eftir rauninni alla stjórn. Maður gerir það ekki svo auðvitað. Það þarf alltaf að vera stjórn einhverjum. Það er að gefa 5 daga eða Nákvæmlega. alltaf að vera stjórn einhverjum. En í vatninu þá er það bara Í þyngdarleysinu. Já. Ég bý í Hlíðunum í Reykjavík og það var svo undurfallegt í dag. Ég var að horfa út stofugluggarna og það er leikskóli hinum við göttuna. Og þau voru úti að leika sér. Hönd í hönd, skoppandi, út allt. Og það er svo fallegt að sjá þessa dásamlegu snertingu. 2 lítil börn. Erum við ekki þannig? 2 lítil börn sem þurfum snertingu, ást og umhyggju. Er eitthvað spurning úr tölvuheimum? Ok. Já. Eitthvað sem viljið deila? Bara ást og friður. Takk fyrir mig.